ágætt að ljúka þessu núna. Ég með 2 bókanir, það snerta 3. og 4. lið. Verður þetta 2 liðir í fundargerðinni eða 1? 2 liðir. Þá það fyrst bókun vegna 3. liðar. Hann hljóðar svo: Í október 2012 samþykkti borgarstjórn einróma tillögu Sjálfstæðisflokksins að allar kostnaðargreiðslur borgarinnar yrðu gerðar almenningi tiltækar á netinu með svipuðum hætti og gert hefur verið víða erlendis. Vegna slæmrar verkstjórnar meirihluta Samfylkingar og Bjartrar framtíðar hafa tillögurnar ekki enn komist til framkvæmda. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins gera alvarlegar athugasemdir við þessi vinnubrögð og leggja þunga áherslu á að tillagan komist til framkvæmda sem fyrst. Og svo það bókun undir 4. lið og sem hljóðar svo: Í nóvember 2012 lögðu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins til að gagnsæi yrði aukið í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar með birtingu gagna á netinu sem formlega eru lögð fram á fundum nefnda og ráða borgarinnar og þau þannig gerð aðgengileg almenningi. Vegna slæmrar verkstjórnar meirihluta Samfylkingar og Bjartrar framtíðar hafa tillögurnar ekki enn komist til framkvæmda. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins gera alvarlegar athugasemdir við þessi vinnubrögð og leggja þunga áherslu á að tillagan komist til framkvæmda sem fyrst. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að gera grein fyrir bókunum. Borgarfulltrúar Framsóknar og Flugvallarvinna hafa gert grein fyrir sínum bókunum. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson ætlar að koma hér og gera grein fyrir bókun. Já, forseti góður borgarfulltrúar, þessi bókun við lið nr. 5 á dagskrá borgarstjórnar. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vara við því að skilgreindur verði nýr hópur leigjenda á markaði í félagslegri þörf eins og hugmyndir svokölluð Reykjavíkurhús meirihlutans ganga út á. Mikilvægar að forgangsraða aðgerðum þannig að félagslegu húsnæði fyrir þann hóp sem í brýnni þörf fjölgi. Reykjavíkurborg á að tryggja að grundvöllur skapist fyrir öflugan leigumarkað, þar sem einkaaðilar sjá hag sinn í því að byggja upp góðan og traustan leigumarkað í borginni. Þannig eru málefni hins almenna leigumarkaði leyst án aðkomu borgarsjóðs með tilheyrandi kostnaði við skattgreiðendur. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið við að gera grein fyrir bókun. Þá á eftir að gera grein fyrir bókun borgarfulltrúa meirihlutans vegna Borgartúns. Er það borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson sem ætlar að koma hér upp? Gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, bókunin vegna Borgartúns hljómar svona. Borgarfulltrúar Bjartrar framtíðar, Pírata, Samfylkingar og Vinstri grænna telja að upplýsinga- og kynningamál vegna skipulagsbreytinga í borginni þurfi stöðugrar endurskoðunar við. Staðið hefur yfir vinna síðan í sumar inni á umhverfis- og skipulagssviði sem miðar að því að bæta upplýsingagjöf til íbúa og endurgera verkferla með því markmiði að ná til fleiri borgarbúa, fá fleiri athugasemdir og halda fleiri fundum við borgarbúum. Nýtt aðalskipulag gerir ráð fyrir þéttari borg og það er brýnt að borgarbúar hafi greiðan aðgang að öllum upplýsingum uppbyggingu og skipulag. Þétting byggðar er vandasamt verk og það er stefna borgarfulltrúanna að sú þétting fari fram í sem mestri sátt við borgarbúa. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að gera grein fyrir bókun vegna Borgartúns. Þá ættu allar bókanir að hafa verið lesnar hér upp og mér ætti að vera óhætt að slíta þessum fundi klukkan 20:36.